Nauðsynlegt að búa sig undir aukna ógn Rússa við Atlantshafsbandalagsríki. Þetta segir framkvæmdastjóri bandalagsins sem var í vinnuheimsókn hér á landi í dag. Atlantshafsbandalagið kostar milljarða framkvæmdir í Helguvík og utanríkisráðherra segir komu fleiri herskipa hugsanlega. Ísland sé ekki lengur lágspennusvæði í varnarmálum. Litlu munaði að banaslys yrði þegar bíl var ekið á nýtt vegrið á Sæbraut í Reykjavík helgina. Vegriðið stakst í gegnum bílinn rétt við hliðina á ökumanninum. Vegagerðin kannar hvort vegriðið uppfylli öryggiskröfur. Verðbólgan hjaðnaði 0,6% stig í nóvember og hefur ekki mælst minni í 5 ár. Seðlabankastjóri segir of snemmt að fagna sigri. Þakkargjörðarhátíðin nýtur vaxandi vinsælda á Íslandi. Kalkúnarræktandi segir mikið að gera þessa dagana, þó ekki alveg eins mikið og jólin. Komið þið sæl. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, kom hingað til lands í vinnuheimsókn í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tók á móti honum á Keflavíkurflugvelli í morgun þar sem hann þurfti að fara sér heldur hægt vegna hálku og hvassviðris. Þar kynnti hann sér starfsemina á öryggissvæðinu. Þetta er fyrsta heimsókn Rutte hingað til lands frá því hann tók við starfi framkvæmdastjóra NATO í október í fyrra. En 2 af forverum hans komu tvívegis í slíkar vinnuheimsóknir hingað til lands. Hallgrímur, þú fylgdist með heimsókninni í dag. Hvernig leist honum á aðstöðuna? Hann virtist nokkuð ánægður með aðstöðuna þarna á Keflavíkurflugvelli og sagði reyndar í viðtali sem ég tók við hann seinum daginn að þessi afstaða skipti mjög miklu máli fyrir varnir út á eftirliti á mikilvægum stað landfræðilega fyrir Atlantshafsbandalagsríki. Þannig að þessi uppbygging sem er framundan þarna á öryggissvæðinu virtist nú bara falla honum nokkuð vel í geð. En hann hitti fleiri heldur en utanríkisráðherrann í þessari heimsókn? Vissulega, hann byrjaði á að eiga fund með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í forsætisráðuneytinu og samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu var umræðuefnið þar og reyndar kannski svolítið almennt í heimsókninni mikilvægi Íslands fyrir öryggi og varnir Evrópu og Norður Ameríku. Og þetta var einnig stórt umræðuefni á blaðamannafundi sem Rutte og Kristrún héldu að loknum þessum fundi og þar ítrekkaði Rutte mikilvægi Íslands í vörnum bandalagsríkja. Since you took office, it is now almost a year ago, I think, in December, you have made Iceland's continued commitment to NATO clear, very clear. And your government has ambitious plans to take the hard, but I believe also the necessary decisions required to increase defense and security-related spending. And for this, I commend you. We don't want to scare people into thinking that, we're going down a bad path here in the High North, but we cannot be naive about what's going on. And we have been in a strong position strategically and security-wise because we've been an ally of NATO. So we see our role now even stronger than before. This unsinkable aircraft carrier that Iceland has been is even more relevant today. Iceland is unique because you do not have a military, but you do have your investments in everything related to defense and security spending. So when it comes to air defense, when it comes to surveillance systems, and you as a country, you are the eyes and ears for many of us in NATO. Og Hallgrímur, Rutte hefur hitt fleiri í þessari heimsókn. Eftir þennan blaðamannafund sem við sáum frá áðan, þá fór hann í Alþingishúsið þar sem honum voru sýnd húsakynnin, forseti Alþingis sáum það. Hann hitti líka bæði utanríkismálanefnd Alþingis og Íslandsdeild NATO-þingsins. Nú eftir þessi fundahöld þá settust við aðeins niður með Rutte og þar setti hann þessar auknu varnir Íslands í samhengi við þá ógn sem steðjar að NATO-ríkjum frá Rússum. They are rapidly building up their armed forces. They are posing an increasing threat to the alliance. There are many people saying in very senior positions in countries within NATO that there is a threat that the Russians might move against NATO one day in the not so far future. And we have to prepare for that. So don't be scared. No, we are prepared. But to be prepared, we have to invest. And what you are doing, also not being naive, understanding what is changing, how the world is changing, is investing.
Atlantshafsbandalagið stækkar geymslu fyrir skipaeldsneyti í höfninni í Helguvík og byggir þar viðlegukant. Utanríkisráðherra segir að þessu gæti fylgt aukin umferð herskipa. Þessar fyrirætlanir voru kynntar í Reykjanesbæ í dag. Í Helguvík verður byggður 390 metra viðlegukantur og nýir tankar fyrir skipaeldsneyti. Þetta einfaldlega gríðarlega mikilvægt til þess að tryggja öryggi og varnir hér á norðurslóðum og við Íslendingar erum að sýna það að við verðum bandamenn innan Atlantshafsbandalagsins. Því þetta fleiri herskip munu koma til landsins? Allt eins, þau eru allavega með þessa aðstöðu hér. Þú segir að geti allt eins verið að fleiri herskip komið til landsins í hvaða tilgangi? Já, einfaldlega bara með því að auka þá sýnileika hér á Norður-Atlantshafinu. Það er alveg ljóst að það er veruleg ógn sem að stafar á Rússum og hún hefur ekki minnkað hér á þessu svæði. Þorgerður Katrín segir þessa framkvæmd til marks aukið mikilvægi Íslands í alþjóða varnarmálum. Þetta var svona eins og var talað svona lágspennu svæði en núna er aðeins spennustigið að breytast. NATO kostar framkvæmdirnar í Helguvík og áætlaður kostnaðurinn 10 milljarðar króna og þetta er lyftistöng fyrir atvinnulífið í Reykjanesbæ. Á framkvæmdatímanum 100 störf, bein og óbein. Vonandi verður sem mest af því fólki héðan frá okkur. Og síðan mun þetta skapa frekari tækifæri fyrir höfnina þegar ekki verið að nota hennan hafnargarð undir herskip. Framkvæmdir hefjast eftir ár og verkinu á að ljúka 2029. Olíubirgðastöðin verður hér í enda garðsins við mynni hafnarinnar. Þar verða settir upp alltaf 4 tankar á komandi árum sem að geta rúmað 50.000 lítra af skipaeldsneyti og verður notið sem svona ákveðna öryggisbyrði fyrir skipastól bandalagsins hér á norðurslóðum. Varaformaður Neyðarbirgðastofnunar Finnlands segir mikilvægt að stjórnvöld og atvinnulíf vinni saman í öryggis- og varnarmálum til að efla viðnámsþrótt þjóða og styrkja innviði. Hann var gestur á mannvirkjaþingi Samtaka iðnaðarins í dag þar sem hann fór yfir reynslu og skipulag Finna. The private sector is very crucial in Finland because it's such a small country that the government or state organizations alone wouldn't be able to provide these services. So I think that it really demands is very close public-private partnership. Do you think this partnership is strong here in Iceland? I think you have a lot of similarities with the Finnish system, so I think that you could use the same model that we have, and I believe that there always for all of the countries possibilities to improve and train and to make it even better in the future. Fæðuöryggi snertir samfélagið allt og eitt mikilvægasta verkefni stjórnvalda hverju sinni að tryggja öruggt framboð fæðu. Greina þarf áfallaþol samfélagsins þar sem margt kemur til eins og óstöðugleiki í alþjóðastjórnmálum, stríð, faraldrar og netárásir svo fátt eitt sé nefnt. Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, þegar hún setti málþing í dag stöðu fæðuöryggis á Íslandi. Þar kom fram að vernda þurfi ræktarland, efla samvinnu milli landa, tryggja rafmagn og olíu og efnahagslegan stöðugleika. Ráðherra sagði öll hafa hlutverkið að gegna sem eitt samfélag til að takast á við þessar áskoranir. Torfi Jóhannesson, þú ert höfundur skýrslu neyðarbirgði fyrir íslenska matvælaframleiðslu. Vertu velkomin hingað til okkar. Takk fyrir. Já, hvernig tryggjum við fæðuöryggi hér á landi? Hvernig vöktum við það? Ég held að allar þjóðir, þær þurfa að finna sér sitt í jafnvægi milli þess að framleiða eitthvað sjálf og að stunda alþjóðaviðskipti. Og Ísland er í þeirri sérstöðu með margar þjóðir. Við erum að framleiða gríðarlega mikið af matvælum og við þurfum að flytja þau út. En við þurfum líka, við erum algjörlega háð því að flytja inn alla kornvöru, bæði til fóðurs og til manneldis, ávexti, matarolíu, sykur og fleira. Þannig að þessi alþjóða viðskipti er ein af grunnforsendum fæðuöryggis á Íslandi. En þú hefur sagt að Ísland þurfi að tryggja betur neyðarbirgðir mikilvægara aðfanga fyrir innlenda framleiðslu. Já, hvað er til ráða til þess að við getum staðið okkur þar? Já, það er alveg rétt. Innlend framleiðsla byggir að sjálfsögðu á þessum innfluttu aðföngum, en við verðum líka að hafa eitthvað buffer hérna heima. Eitt af mikilvægast er orka. Við erum með fáa orkugjafa, við erum með olíu, við erum með mjög takmarkaða birgðir af olíu með flest önnur lönd, við erum með einangra raforkukerfi, við erum ekki með lífmassa, við erum ekki með kol, við erum ekki með olíulindir, ekki með gas, þannig við þurfum að hugsa mikið um orkuna. Og svo kornið aftur, við eigum möguleika á því að efla kornrækt til lengri tíma, við þurfum að fjárfesta í kynbótum, rannsóknum og ræktun. En þangað til þá þurfum við að allavega vakta og helst að byggja upp svona einhvern lágmarkslager af
korni bæði til manneldis og fyrir okkar búfé vegna þess hvað við erum ofboðslega mikið háð í. En ef þetta gengur nú allt upp og með aðkomu þá stjórnvalda líka, reikna ég með að það sé átt við, hvernig er staða heimilanna? Hvað geta heimilin gert og hver eru verkefni þeirra? Já, sko, fæðuöryggi eins og svona viðnámsþol samfélagsins í heilsinni, þetta er samstarfsverkefni heimilanna, stjórnvalda og atvinnulífsins. Það eru allir að með. Það sem heimilin geta gert er að tryggja að þau geti eða hafi viðbúna til að komast í gegnum nokkra daga án þess að þurfa. Það er aðeins mismunandi eftir löndum. Við erum ofta að horfa á 5 til 7 daga. Já. Vatn er það mikilvægasta. Við lifum ekki um 1 eða 2 daga góðu lífi án þess að hafa vatn. Einhvers konar batteri til að hlaða síman okkar. Þannig við höfum samband og svo lágmarks matarbirgðir. Þannig að við getum bara, ef eitthvað kemur upp á, eða verður jarðskjálfti eða flóði eða rafmagnsbílanir, dreif fyrir gluggana, hugga okkur aðeins saman við spilum og allir viti að við höfum það gott. Þetta er frábært gott að heyra og fínt að fá þessi skilaboð frá þér, Törfi Jóhannesson. Takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk sömuleiðis. Í það minnsta 83 fórust og 75 slösuðust í eldsvoða í háhýsum í Hong Kong. Að minnstakosti 250 eru saknað. Eldur kviknaði í byggingunum í gær og framkvæmdastjórar 3 byggingafyrirtækja hafa verið handteknir, grunaðir manndráp og vítavert gáleysi. Eldsvoðinn er sá mesti í Hong Kong í meira en 70 ár. Eldurinn kviknaði síðdegis í gær og breyttist hratt út í 8 háhýsi sem standa þétt. Talið er að vinnupallar úr bambus sem voru utan á byggingunum hafi átt þátt í því að eldurinn breyttist svo hratt út. 4600 byggu í húsunum, stór hluti þeirra eldri borgarar. Fólk er enn fast á efri hæðum. Slökkvilið hefur að mestu náð tökum á eldinum. John Lee, leiðtogi Hong Kong, tilkynnti í gærkvöld að eldsvoðinn yrði rannsakaður ítarlega. Spillingarannsóknarstofnun Hong Kong kannar hvort eitthvað ólöglegt hafi verið á seiði við endurbætur sem stóðu yfir. Mörg 100 íbúar voru fluttir í neyðarskýli og bráðabirgðahúsnæði. 有冇諗過話求出嚟逃生？點解會揀繼續留喺屋企？有㗎，佢有試過一開始嘅時候，我叫佢走，咁佢走咗出去，但係因為樓梯都係曬濃煙啊，咁佢都走唔到啦，已經黑掹掹睇唔到，所以焗住又要匿返入個單位裏邊啦。Svo virðist sem einhverjir íbúanna hafi ekki heyrt í reykskynjurum eða öðrum viðvörunum eldinn. 我唔喺現場，我係收到屋企人通知我先至翻嚟睇。 跟住我聽翻啲居民講嘅時候，其實係冇響過alarm嘅。唔係好犀利嘅，使乜熱燒要犀利啊！熱燒即係波及咗我哋呢度，就好犀利。好似拍戲咁嘅衝天大火災咧，就係咁。 Albert Guðmundsson, knattspyrnumaður, var í dag sýknaður í Landsrétti af ákæru nauðgun. Albert var ákærður árið 2023 fyrir að hafa nauðgað konu á 30-aldri. Héraðssaksóknari felldi málið niður að lokinni upphaflegri lögreglurannsókn. Sú niðurstaða var kærð til ríkissaksóknara sem sneri við ákvörðun héraðssaksóknara. Hann var sýknaður í Héraðsdómi Reykjavíkur í október í fyrra. En það má lesa nánar þetta mál inn á rúv.is. Vegagerðin kannar hvort fjarlægja þurfi nýtt vegrið eftir alvarlegt bílslys helgina þar sem vegriðið stakkst í gegnum bíl og gjöreyðilagði hann. Mildi þykir að ökumaðurinn hafi sloppið lifandi. Nýverið var sett upp nýtt vegrið á Sæbraut og Kringlumýrabraut sem er hærra en vegriðið sem var þar áður en því er ætlað að verja hjólreiðamenn fyrir umferðinni. Þetta vegrið olli miklum skaða þegar bíl var ekið á það helgina en það stakkst í gegnum vélina, gegnum mælarborðið og upp í gegnum þakið. Einungis munaði nokkrum sentimetrum að það færi í ökumann bílsins og þá hefði vart þurft að spyrja að leikslokum. Það brotnar þessi skáendi af því sem eru ofan á og það sem stendur þá opið endin á efri hlutanum fer í gegnum bílinn en sem betur fer fram hjá ökumannum. Við lítum það mjög alvarlegum augum því að þetta vegrið er vottað með evrópskum gæðavottunum þannig að við töldum að þetta væri í fullkomnu lagi í raun og veru en síðan kemur þetta í ljós þannig að við þurfum að skoða þetta alveg upp á nýtt. Það sem við ætlum að gera núna til bráðabirgða er að taka þennan enda af og setja öðruvísi enda með árekstrarvörn og það verður bara gert á næstu dögum. Síðan skoðum við málið til lengri tíma hvort að við getum notað þessi vegrið
eða hvort að framleiðandinn breyti þá kannski þessari vottun því að þetta greinilega ekki í lagi. Þið ákveðið núna bara að laga þetta samt, núna þetta eins og þetta var fyrir slysið. Já, við gátum ekki skilja þetta eftir opið því að það skapað ennþá meiri hættu. Hvers vegna ekki bara að fjarlægja þetta strax? Ja, við setjum hennan enda bara upp á næstu dögum, en þetta vegrið náttúrulega hjálpar bæði fyrir umferðina, það hjálpar fyrir þá sem eru gangandi og hjólandi hérna meðfram og við vitum líka til þess að þetta hefur svolítið minnkað það að menn sé að hlaupa hér yfir göttuna og yfir í góðahirðin beint af strætóskýlinu sem ekki gott. En það afsakar það ekki að það ekki í lagi að hafa þetta svona. Við munum laga þetta bara á næstu dögum, setja til bráðabirgða hér árekstrarvörn og síðan skoða málið í framhaldinu mjög gaumgæfilega. Gæti komið til þess að þið þurfið bara algjörlega að hætta við þessa lausn og fara í einhver allt aðra átt? Það getur vel komið til þess og það ekkert ólíklegt að það verði niðurstaðan. Skotárás á 2 þjóðarliða í Washingtonborg í Bandaríkjunum í gær rannsökuð sem hryðjuverk. Maðurinn sem grunaður árásina frá Afganistan og vann þar með leyniþjónustu Bandaríkjanna. Yfirvöld telja að Ramanullah Lakhanwal, 29 ára gamall Afgani, hafi ferðast til höfuðborgarinnar til að fremja árásina. Hann grunaður að hafa skotið 2 þjóðvarliða, Söru Beckstrom og Andrew Wolf frá Vestur-Virginíu. Þau voru flutt á sjúkrahús. First and foremost, our hearts go out to the victims and their families. These are dedicated service members who were performing their duties in service to our nation, and they are currently in critical condition. Lakhanwal særður eftir skot á vettvangi. There is confirmation now that the subject had a relationship in Afghanistan with partner forces. We are fully investigating that aspect of his background as well, to include any known associates that are either overseas or here in the United States of America. That is what a broad-based international terrorism investigation looks like. I want to be very clear what the judge and everyone has reported here. Somebody drove across the country, came to Washington, D.C. to attack America. And that person will be prosecuted to the fullest extent of the law. These young people should be at home in West Virginia with their families. Öllu starfsfólki Vélfags á Akureyri var sagt upp í dag. Vélfag var fyrsta íslenska fyrirtæki til að sæta viðskiptaþvingunum vegna meintra tengsla við Rússland. Fyrirtæki tapaði í vikunni dómsmáli gegn íslenska ríkinu en áður hafði ríkið hafnað beiðni fyrirtækisins undanþágu frá þvingunum. Rafmagn verður keyrt á varaafli á norðanverðum Vestfjörðum í nótt eftir að bilun varð í Mjólkárlínu 1 síðdegis. Rafmagnslaust varð tíma en varaaflsvélar í Bolungarvík voru ræstar og samkvæmt upplýsingum frá Landsneti verður línuteymi sent á vettvang í fyrramálið til að leita að biluninni. Uppruni hennar óljós en enginn verður án rafmagns. Seðlabankastjóri segir of snemmt að fagna sigri í baráttunni við verðbólguna þótt hún hafi minnkað úr 4,3% niður í 3,7% í nóvember. Sérfræðingar á markaði höfðu spáð því að verðbólga stæði í stað milli mánaða og því kom lækkun upp á 0,6% í nóvember umtalsvert á óvart. Þar með talið Seðlabankastjóra. Seðlabankinn hefur almennt fylgt þeirri stefnu að lækka vexti í takt við hjöðnun verðbólgu. Og því lá beinast við að spyrja hann hvort ekki megi búast við myndarlegri lækkun þegar peningastefnunefnd kemur saman í febrúar. Við þurfum bara að sjá til, þetta ein mæling. Ég held að sé allavega 2 mælingar og eftir fram að næsta fundi en auðvitað það bara mjög jákvætt að sjá verðbólgu ganga niður. Á peningamálafundi viðskiptaráðs í morgun beindi Seðlabankastjóri athyglina því að laun á Íslandi hafi hækkað 8% á ári í að vera 4 ár. Í slíku ástandi væri einfaldlega ekki hægt að koma verðbólgu niður í markmið. Við bindum vonur það á næsta ári að það verði ákveðin kólnun í kerfinu og við sjáum þá líka hægja á launavexti og það sé forsenda fyrir því að við getum byrjað að slaka á vaxtahaldinu og lækka vexti. Fjármálaráðherra var sömuleiðis ánægður með verðbólgutölum mánaðarins og sagði þar sýna að aðhaldssöm stefna Seðlabankans sé að virka. Rétt eins og Seðlabankastjóri vonast hann til að samhliða lækkandi verðbólgu skapist grundvöllur til að ná jafnvægi á vinnumarkaði. Við þurfum að koma á agaðra módeli og ég alveg sannfærður það að leið og við förum að ná árangri í verðbólgunni sem var markmið síðustu kjarasamninga að þá verður vilji og tvímælalaust hjá okkur en líka hjá aðilum vinnumarkaðarins að skoða hvort við getum ekki náð betri tökum á þessu þannig að við getum tryggt meira jafnvægi í íslenska hagkerfinu.
Fatnaður streymir stöðugt í gegnum gáma Rauða krossins sem sjaldan fá hvíld nema þá helst þegar illa viðrar. Sjálfboðaliðar minna landsmenn á að gæta hófs á tilboðsdögum. Þetta 3 viku sem við sætum hérna, tökum inn. Alltaf þegar við sátt erum það gjöfum hingað út. Rauði krossin við Eyjafjörð rekur 8 fatagáma á Akureyri, auk 6 annara sem staðsettir eru á Dalvík, Ólafsfirði og Siglufirði. Gámarnir fyllast hratt dag frá degi og ekki nema á óveðrisdögum sem þeir fá örlitla hvíld. Við fyrir alltaf aðfangadagsmorgun og tæmum gámana. Og á jóladag höldum við, já, jóladag og annan jólum þetta bara, það kemur alltaf. Sjálfboðaliðarnir minna landsmenn á að gæta hófs í innkaupum nú þegar alda tilboðsdaga gengur yfir. Við fáum oft inn flíkur sem eru kannski í 3 stærðum hafa verið pantaðar einhverstar frá og ein passaði. Þannig að ég myndi kaupa minna. Margt má síðan læra af fataflokkuninni, til að mynda að niðurþröngar buxur eru síður vinsalar þessa dagana og það sem er öðruvísi selst best. Það eru ægilega fallegar. Þessu að vera fljótur að fara? Já. Þetta er gessemi í raun, þetta hérna. Þetta er orðið svo gamalt. Hverju á ég að ljúga? Þetta síðan 1990 allavega það. Það er ekki bara gersemar sem kom upp úr pókunum, því ýmislegt má veiða upp úr vösunum líka. Kom þetta upp úr pókunum? Þetta kom upp úr pókunum, já. Þetta sé ekki fíkniefni, sko. En þú þorir ekki að smakka þessum? Ég ætla nú ekki að gera það, nei. Ég er hins að vissum að ég drepst ekki að þessu. Vonum ekki. Viltu prófa? Nei, takk. Ég hugsa bara að við flokkum þetta bara rétt og komum svo rétt á stað. Bandaríkjamenn halda þakkargjörðina hátíðlega í dag með stórum kalkúnaveislum. Siðurinn virðist sækja sig veðrið hér á landi og eini kalkúnaræktandinn á Íslandi hefur í nægu að snúast þessa dagana. Þó svo að þakkargjörðin sé bandarísk hátíð þá nýtur hún sívaxandi vinsælda hér á landi. Því allavega maturinn. Þakkargjörðin er haldin 4. fimmtudag í nóvember sem er í dag. Eini ræktandi kalkúna á Íslandi á Reykjabúin í Mosfellsbæ finnur vel fyrir því. Kalkúnaframleiðsla yfir árið er kannski svona 60.000 fuglar. Hún er náttúrulega mest á þessum tíma og í desember þar sem það er aðal söluvertið hjá okkur. En svona hvernig dýr eru kalkúnar í svona umgengni? Þeir eru svolítið sérstakir. Þeir koma að þér. Þetta eru hópdýr. Það er hægt að smala þeim, það er ekki hægt að smala kjúklingum. Og já, þeir eru dálítið öðruvísi svona. Þeir vita sínu viti. Hann segir ekkert, hann er bara að horfa á okkur. Og í verslun Reykjabúsins var nóg að gera. Dagurinn er í dag, þannig að það eru einhverjum með mat í dag. Svo er helgin mjög stór, það eru þá einhverjum sem taka helgina í þetta. En hefur það aukist að fólk sé að koma hérna fyrir þakkargjörðarhátíðina, ekki bara fyrir jólin til dæmis? Já, þetta er alltaf svona hægt að tekka upp. Og við sjáum líka í verslunum frá okkur, náttúrulega Ísfugl og Reykjabúði, það er kalkúnninn okkar. Sérstaklega vörurnar sem við erum að búið til, kryddaðar bringur og annað slíkt svona hátíðavörurnar, þetta er alltaf að aukast á þessum tíma. Hvað er verið að kaupa? Heyrðu, kalkúnabringur, besta sem þú færð. Er það fyrir kvöldið í kvöld? Nei, ekki alveg. Það er fyrir helgina. Taka krakkarna í mat. Er þetta út af svona þakkargjörðarhátíðinni eða? Nei, alls ekki. Þetta er svo rosalega gott að við gerum þetta mjög oft og það þarf ekki þakkargjörð til. Þetta er vissulega mjög gott, en Bergsteinn, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósinu? Við ætlum að fjalla heimsókn Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO. Við ætlum að birta viðtal Hallgríms Indriðasonar sem hann tók við henni í dag. Og í framhaldinu ætlum við að ræða við Pavel Bartósek, formann utanríkismálanefndar Alþingis og Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóra í Reykjanesbæ tíðindi dagsins. En svo í seinni hlutunum þá ætlum við að fylgjast með því hvernig glerlistaverk eru búin til með glerblæstri og það er alveg magnað sjónvarpsspil. Við missum svo sannarlega ekki að því. Takk fyrir það, Bergsteinn. Og við ætlum að líta til veðurs. Norðanstrengur liggur yfir landinu öllu nokkuð hvasst á köflum og það sérstaklega við suðaustanvert landið. Vind tekur að lægja þegar líður á morgundaginn, þá fyrst vestan til á landinu, en reikna má með lítilsháttar snjókomu norðaustanlands á morgun. Að öðru leyti verður morgundagurinn að mestu þurr og bjartur. En við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum. Íslenska karlalandsliði í körfubolta og Ítalía eigast nú við í fyrsta leik sínum í undankeppni HM 2027. Við heyrum í stelpunum okkar í Þýskalandi sem mæta Serbum á HM í handbolta annað kvöld. Við ætlum bara að mæta fulla ferð og mæta brjálar og ætlum okkar að vinna, sko. Viktor Bjarki Daðason var í gærkvöld 4. Íslendingurinn
til að skora meira en 1 mark í meistaradeild karla í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Og áður en við kveðjum ykkur ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Nauðsynlegt að búa sig undir aukna ógn Rússa við Atlantshafsbandalagsríki. Þetta segir framkvæmdastjóri bandalagsins sem var í vinnuheimsókn hér á landi í dag. Atlantshafsbandalagið kostar milljarða framkvæmdir í Helguvík og utanríkisráðherra segir komu fleiri herskipa hugsanlega. Ísland sé ekki lengur lágspennusvæði í varnarmálum. Litlu munaði að banaslys yrði þegar bíl var ekið á nýtt vegrið á Sæbraut í Reykjavík helgina. Vegriðið stakst í gegnum bílinn rétt við hliðina á ökumanninum. Vegagerðin kannar hvort vegriðið uppfylli öryggiskröfur. Verðbólgan hjaðnaði 0,6% stig í nóvember og hefur ekki mælst minni í 5 ár. Seðlabankastjóri segir of snemmt að fagna sigri. Þakkargjörðarhátíðin nýtur vaxandi vinsælda á Íslandi. Kalkúnaræktandi segir mikið að gera þessa dagana, þó ekki alveg eins mikið og jól. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessu. Á RÚV í kvöld. Dagur í lífi. Íslensk þáttaröð í 8 hlutum. Einlægar og opinskáar frásagnir fólks sem býr við aðstæður sem eru ólíkar því sem flestir eiga venjast. Sonarást. Rest drama 2 pör sem komast að því að sonum þeirra var víxlað á fæðingadeildinni. Eiga þau að halda barninu sem þau ólu upp eða fá líffræðilegt barn sitt aftur. Myrkir englar. Pólskir spennuþættur jarðfræðinginn Lenu sem snýr til heimabæjarins í leita dóttur sinni sem grunuð að hafa numið hóp barna á brott. Veislan heldur áfram hjá kvennalandsliðinu í handbolta á HM. Á föstudag mætir liðið Serbíu í öðrum leik sínum í riðlakeppninni í Stuttgart. Serbía-Ísland á HM í handbolta, föstudag klukkan 7:30 og stofan frá 7, allt í beinni á RÚV.